Þorsteinn, velkomin. Takk. Hvað getur þú sagt eftir svona leik? Ég meina 5 slóskot á hvaða eina? Ég bara trúi þessu ekki ennþá, sko. Ég skil ekki hvernig þessi leikur gat farið 2-0 fyrir KR með við færi og spila með sko bara allt sem gerðist inn á vellinum. Bara skil þetta ekki. Ég meina við vorum miklu betur topplið Pepsi-deildinni í dag. Já, ég held að ég hef ekki séð KR-ingana vera svona yfirspilaði í sumar og flottur leikur okkar alveg og það var sláinn út og sláinn yfir í dag en ekki sláinn inn og ef við höfum einhvern tíðan átt skilið að vinna leik í sumar þá held ég að það verið þessi leikur. Og það náttúrulega alls ekki þetta kvart yfir spilamennskunni í kvöld. Nei, ég veit ekki eins og hvað ég á að segja, sko. Ég heyrði ekki eins og í KR-ingunum, sko. Við hefum gjössanlega áttum stúkuna og ég hef aldrei heyrt annan en stuðning á bakvið liðið. Þetta er algjörlega frábært, sko. Og við náttúrulega fáum, getum hefnt okkur eftir nokkur dag. Já, við hefum að mæta þeim aftur á 5. og það er spurning hvernig við mætum við þá. Ef við spilum eins og í dag þá held ég að við ættum ekki að tekið 3 stig á móti þeim. Þorsteinn, takk hérlega fyrir pallið. Velkomin. Takk. Hvernig er svona þín fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Fyrstu viðbrögð með þetta leikinn voru náttúrulega hundsvektur að tapa. En svo tel ég upp á 10 og þá líður mér þannig núna að ég bara get ekki verið stoltar en að vera hósar í dag. Ég meina til að nánast yfirspili KR-inga allan leikinn. Ég meina við vorum bara flottir inn á vellinum og mjög flottir í stúkunni og það er ekki hægt að vera fram að meira. Auðvitað erum við svektir að ekki ná að skora með hvort færum. En eins og segi, ég var hrókavullir ef ég var hundfúll og svektur og í fílu yfir þessum degi í dag. Þetta er búið að vera stór dag fyrir okkur Þórsara. Hann hefði getað verið betri með titli en ég vona bara að fáum aftur tækifæri og allir Þórslefa að fá upp sjálfsum aftur. Og náttúrulega stuðningurinn hérna undir stúku var náttúrulega alveg frábær. Þetta er bara, þeir stóð undir væntingum og rúmlega það og ég vona að íslenska þjóðin beri mikla vinningu fyrir þessu fólki sem stendur á bakvið Þórs. Og það er náttúrulega nokkur dagar þangað til að KR-ingar komi í heimsókn, þannig að þið fá alltaf svona tækifæri til þess að bæta fyrir þennan leik. Já. Við sjálfsagt verðum hundsvektir eitthvað fram eftir kvöldi yfir að hafa tapað, en svo er æfingamót sem við gýrum okkur og tökum vel á móti KR-ingum á 5. besta lið landsins, bikarmeistar 2011. Við fáum annað sem þá til þess að skora mörk og við reynum allt í þessu. Og þó svo að við séum smá svektir, þá getum við heldur betur stoltir. Já, eins og segi, þá hef ég farið í bikarúrslitaleiki 2 áður og tapað þeim og það er aldrei góð tilfinning og samanskap í dag. En þetta er kannski öðru tilfinning fyrir það litið að sem maður er með stórt Þórshjarta og sér hvað menn voru tilbúin að leggja á sig fyrir félagið, þá er þetta svona eiginlega, ég veit ekki hvernig að orða, þetta er svona toppurinn á mínu ferli, það er sem bæði þjálfari og Þórsari, það er að hafa upplifað þennan dag. Þetta er fallið. Takk hérlega.